dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Tökum ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Guð blessi þig. Við í Smárakirkju viljum feta í fótspor Frelsarans með því að elska alla og þjóna öllum. Við hvetjum þig áfram í að gera slíkt í sama. Drottinn blessi þig. Við í Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomið í dag. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir í samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðarerindi Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. Samkomu í Smárakirkju, endilega lofið ykkur með okkur, halleluja. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
velkomin. Enn einu sinni verið velkomin á samkomu í Smárakirkju. Og enn erum við í þessu COVID ástandi og enn erum við bara að streyma, ekkert fólk í salnum, fólk hjá okkur á sviðinu og það gleði í hópnum. Þetta dásamlegt. Og það það stórkostlega við göngunum með Kristi að hann ekki bara gefur okkur lífshamingjuna sem náttúrulega mjög mikilvæg, heldur gefur hann okkur innri gleði sem styrkur okkar í öllum kringumstæðum. Og það þessi gleði drottins innra með okkur sem gefur okkur kraftinn til að halda áfram í hvaða kringumstæðum sem Svo elsku vinir, njótið meðan við ætlum að lofa drottin áfram, Sigurbjörg, presturinn okkar, ætlar að tala við okkur og eftir og Guðs orði og við ætlum að njóta þess að vera saman. Guð varveit ykkur og bless ykkur þess að þið eru heima í Jesú nafni. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Þig blessi og verndi, augliti Guðs lýsi á þig og hann veitir þér náð á sjónum, upplifti og gefi frið. Þessi hér í dag. Megi hans velvild vera með þér hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi hans velvild vera með þér hverri kynslóð, fram að kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Megi hans velvild vera með þér.
fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Mér snáðið vera með þér, þeirra kynslóð, fram að kynslóð. Þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Mér snáðið vera með þér, þeirra baki og við hlið þér, allt í kringum. Seinna kvöldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur, þegar gleðstu. Aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður. Þínum fólki, þínum börnum, þeirra börnum og þeirra börnum. Meira nálægt, vera með sér, þeirra baki og við hlið þér, allt í kringum. Ég var með þér, alveg með þér, alveg með þér. Snemma morgun, seint á kvöldi, þú kemur, þegar ferðu, þú grætur. Aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður, aðeins styður.
er svo sannarlega fullkomnað. Það er fullkomnað fyrir mig og það er fullkomnað fyrir þig. Halleluja. Takk, Jesús. Þú ryður brautina fyrir okkur. Þú hefur gert það og þess vegna erum við hér að lofa þig, Drottinn. Og við viljum hvetja þig til að taka á móti Jesú Kristi og leyfa honum að taka þig í fangið og berjast fyrir þig. Ef þú ert að gangi gegnum sársauka eða erfiðleika, þá er svo gott að fara bara á hnén og þakka honum fyrir það sem hann hefur gert og biðja hann að koma, gefast upp. Heilagi Faðir, ég þakka þér, Drottinn, að þú hefur varðað veginn og þú hefur komið inn í mína Egypt og tekið mig í gegn. Og ég get aldrei gleymt því, Drottinn, og ég mun alltaf standa hér, Drottinn, og lofa þig sama hvað, Jesús. Og það er lykill nefnilega inn í líf okkar. Það er lykill fyrir okkar andlega sálarlíf. Það er að lofa hann. Það er að lofa hann þegar það er erfitt og það er að lofa hann þegar það er gaman. Og bara leyfa tónlistinni og lofgjörunni, brjóta múra, leyfa tónlistinni og lofgjörunni að snerta við hjartanu þínu og leyfa honum að mæta þér í gegnum það og syngja af öllu hjarta að sigurinn og þú kemur í gegn, Drottinn. Halleluja, ég mun aldrei gleyma því, Drottinn. I won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Oh, the cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night is the guiding light to my feet. The fire by night is the guiding light to my feet. Hallelujah. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep.
into my Egypt, and you took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. And now I will not forget you, and I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of the Lord. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. And you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. And you have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cause you stepped into my Egypt, and you took me by the hand, and you marched me out in freedom, straight into the promised land. And now I will not forget you, and I'll see the fall you've done. Death is swallowed up forever by the fury of the Lord. Takk Jesus. Það er svo dásamlegt það sem við erum að syngja kraftin í orði Guðs og lífið í Guði, og ég held allavega með 2 söngum, ekki 3, þegar búin að koma setning annars vegar á íslensku og ensku síðan hvernig Guð er með og hvernig hann styður okkur. Það er ekkert allir sem að trúa því að Guð standi með þeim og styðji þau, en Guð er velviljaður þér og hann styður þig og þína fjölskyldu. Opnum hjörtum okkar fyrir því sem hann er að gera og vill gera, leifum honum, treystum því að hann stendur með og styður. En nú ætlum við að taka samskotið okkar og á stjáan koma upplýsingar fyrir þau okkar sem vilji vera með í að standa straum og af rekstri kirkjunnar. Þá erum við þakklátt. Guð blessi ykkur fyrir það, elsku vinir, og fjölskyldun okkar í Smáragirkju, sem þeir sem eru að horfa og hlusta, Guð blessi ykkur og standi með ykkur. Við vitum það, og öll önnur sem eru að horfa. Ef þið getið, ef þið viljið, þá eru hér upplýsingarnar, og takk innilega fyrir ykkar þáttöku. Amen. I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have
been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves and and I couldn't earn it, I don't deserve it. Give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. And you have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. And you have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Já, komið þið sæl. Takk fyrir að hleypa okkur hérna inn í útsendinguna hjá okkur. Við erum hérna nokkur saman komin úr GLS-nefnd svokölluð Global Leadership Summit. Ráðstefnan verður öðruvísi en það sem verður eins verður að gæðin verða þau sömu og þetta verður einfalt.
Þið verðið ekki mynd í gegnum spjallborðið og þetta verður algjörlega gagnvirkt. Ég get verið einn heima hjá mér, ég get líka verið með vinum mínum, ég get verið nokkur saman á vinnustæðinu mínum eða í kirkjunni og líka allir sem eru út á landi, þeir geta núna í fyrsta skipti tekið þátt með okkur. Við Nökkvi, Fjalar og Rosson ætlum að henda þessu á milli okkar, við komum á milli atriða. Við heyrum fyrirlestra traust, við heyrum fyrirlestra jákvæð samskipt, krísustjórn, 3 íslenskir fyrirlesarar, Guðrún Björt Ingvadóttir, forseti Lions, Tryggvi Hjaltason og CCP og svo það Pálmar Ragnarsson. Við biðjum ykkur að vera með og taka þátt. Heimsklassa fólk í því að hjálpa okkur að vaksa sem manneskjur og efla leit og hæfilega okkur. Spennandi, hægt að byrja að hlata sér hlakka til og hafa gaman, þannig að takk kærlega fyrir og eigið frábæran dag. Góðan daginn. Ég býð ykkur hérna velkomin heim til mín. Út af því að nú erum við komin aftur í svona COVID-takmarkanir og við ákváðum því að bara taka upp predikunina. Og við erum líka lofgjörðin sem að þið voruð að hlýða á var tekin upp líka fyrr í vikunni áður en þessar takmarkanir tóku gildi. En mér langar til þess að tala við ykkur í dag efni sem mér finnst skipta gríðarlega miklu máli og hefur hjálpað mér á göngunum með Guði og ég trúi því að geti hjálpað þér líka. Ég er búin að vera að skoða mjög athyglisverða konu sem hún doktor í hugrænum taugavísindum og hún heitir doktor Caroline Leaf og hún er búin að vera að rannsaka hvernig við getum endurnýjað hugarfarið okkar. Hún vill meina það að það taki 21 dag að detoxa hugan, hún orðar þetta þannig, að detoxa hugan. Það er að segja, koma inn með ríkjandi nýja hugsun inn í hugan og með þessum endurtekningum í 21 dag. Þá getur þessi ríkjandi nýja hugsun orðið föst í hug okkar. En það þarf alveg 63 daga, það er að segja 3x21, samkvæmt hennar niðurstöðum, hennar rannsóknum, til þess að þessi ríkjandi hugsun verða vana í okkar lífi. Þannig að það er rosalega mikilvægt, samkvæmt henni, ef að þú vilt breyta lífið þínu, að þú endurtaki hlutin. Og hún talaði líka að það veri ofboðslega mikilvægt að orðum fylgdi athöfn. Hún sagði að það er ekki hægt að gera þetta öðruvísi, það þýðir ekki að koma bara með orð og engar athafnir. Hún sagði að það getur meira sér verið skaðlegt fyrir heilan. Getur gert það að verkum að þú myndir, hún kallaði það skemmd í heila, að við segjum eitt og gerum annað. Og hún talaði líka það, ef við verðum til að mynda fyrir áföllum, þá getum við endurprógramað heilan okkar. Með því að tileinka okkur betri hugsanir, þar af leiðandi betri líðan og þá koma betri tilfinningar og svo framvegis. Og ástæðan fyrir því að hún byrjaði að skoða þetta á sínum tíma var auðvitað svo að hún alin upp í kirkju og var kennt á sínum yngri árum og hvernig það væri hægt að endurnýja hugsun okkar, eins og stendur í Rómverjabréfinu 12. kafla. Að við eigum ekki að hafa okkur eins og öld þessari heldur eigum að taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins til þess að við fáum að reyna hver er vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og það er svo frábært og henni fannst það líka að
sko áralangar rannsóknir hafa sýnt og sannað að þetta er einmitt tilfellið. Við getum endurnýjað hugsun okkar. En aftur, orð og athafnir þurfa að fara saman. Og þetta er ekki eitthvað nýtt á nálinni. Þetta er eitthvað sem hefur oft verið haldið fram og sem að Biblían heldur fram. Sem að Biblían segir að sé einmitt tilfellið. Og Jesú talaði sérstaklega þetta við fólki í kringu sér, lærisveininn og aðra. Mér langar til þess að drepa niður í Mattheus 7:24 og það er Jesús sem er að tala og hann er að líkja Guðsríkinu við þetta. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hyggnum manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatni flæddi, storma blésu og buldu á því húsi, en það féll eigi því að það var grundvalla á bjargi. Takið eftir það sem hann segir, sá sem heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Svo kemur hérna í versi 26, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsið á sandi. Steypiregn skall á, vatni flæddi, storma blésu og buldu á því húsi, það féll og fall þess var mikið. Af hverju féll ekki húsnæðið sem var byggt á bjargi? Það er einmitt stóra spurningin. Þegar Jesú kom fram á sjónasviðið, að þá talaði hann Guðsríkið, hvernig hann þráði að byggja Guðsríkið innra með okkur, innra með sér hverju manni. Fyrir þann tíma í gegnum lögmálið að þá var það meira eins og svona reglubók það hvernig þú áttir að haga lífiðinu. Guðsríkið var fyrir utan. En með tilkomu Jesú til þess að hjálpa okkur einmitt að uppfylla það sem við eigum að gera, að þá kemur hann inn í hjarta okkar og byggir Guðsríkið innan með okkur. Algjörlega ný nálgun. Og Jesú er algjörlega frábær þegar hann er að útskýra sitt mál og hann gerir það með svo myndrænum hætti. Eins og í þessari sögu. Við getum séð þetta svo opaslega vel fyrir okkur. Við sjáum 2 hús, við sjáum ólíka grunna og við sjáum 2 ólíkar niðurstöður. Og hann málar þessa mynd af þessu í þessari frásögn til þess að við getum svolítið sett okkur inn í þetta. Þannig að við getum svolítið séð þetta svolítið fyrir okkur. Við erum nefnilega öll að byggja eitthvað í lífinu. Margir gera sér ekki grein fyrir því að lífið er endalaus endurtekning á alls konar hlutum, venjum og alls konar sem við erum búin að tileinka okkur. Við erum öll að byggja. Jesús sagði til dæmis við Pétur, hann sagði á klettunum, Pétur nefnilega þýðir klettur, á klettunum mun ég byggja kirkju mína og hliðheljar verða kirkjunni ekki yfirsterkari, segir hann. Og hver er kirkjan? Við erum kirkjan. Kirkjan er ekki bygging í sjálfu sér, við erum byggingin. Og hann tala við Pétur með þessum hætti út af því að í Pétri var klettur, Pétur var klettur. Og hann vildi byggja á þessum kletti. Og það segir einmitt í þessum orðum Jesú, hann segir hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim. Sá er líkur hyggnum manni að byggði húsið á bjargi. Og þetta er svo mikið kjarnaatriði, vinir. Eins lengi og við hlustum til dæmis á ræðu eða boðskap eins og þennan, bara sem eitthvað sem kitlar eyrun, gott að heyra, þú jafnvel tekur undir og veist að þetta er rétt, en gerir ekki, að þá myndu aldrei upplifa þann ávöxt sem að Guð vill svo sannarlega gefa þér í lífið þitt. Þannig að kemur með því að heyra og framkvæma. Og þetta er svo frábært og það Jesús sagði þetta fyrir 2000 árum síðan og það rímar 100% við þær niðurstöður sem Dr. Líf komst að einnig. En hvernig byggjum við? Nú getur við að spyrja þig, hvernig byggjum við? Hvernig er best að byggja? Og það er góð spurning. Við byggjum nefnilega, við byrjum á því að byggja undir yfirborðinu. Við búum nefnilega svolítið í þjóðfélagi sem er svona svolítið á yfirborðinu. Við sjáum alls konar glansmyndir og fólk sem er jafnvel búin að photoshoppa alls konar myndir og við erum svolítið svona á yfirborðinu. Og
Ég held oft á tíðum þegar fólk með svona mikla glansmyndir að sjálfu sér að það ekkert endilega út af því að það jákvætt. Það út af því að það í rauninni hefur, veit ekki alveg hver það Og mér finnst rosalega hressandi þegar fólk kemur fram á samfélagsmiðlum og öðru og segir bara svolítið sannleikann. Lífið bara alls konar. Lífið ekki bara einfalt, það alls konar. Og þannig á það að vera. Við þurfum nefnilega að grafa til þess að byggja grunn, til þess að byggja líf okkar, þannig að það viðhaldi sér, það standi stöðugt, þá þurfum við að byggja með því að grafa. Við þurfum að byrja því að grafa. Og í Lúkas 6, þá talað þessa nákvæmlega sömu sögu, þessa frásögn, þessa dæmisögu sem Jesú kom með. En Lúkas var læknir og segir aðeins öðruvísi frá. Mér langar til að lesa líka það sem að Lúkas skrifaði þessa nákvæmlega sömu frásögn hjá Jesú. Og hann segir svona: Ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkum manni byggðu hús, gróf djúpt og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því líkur manni sem byggði húsið á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því húsi og það hús féll og fall þess var mikið. Biblían kennir okkur til dæmis af alls konar prinsip sem við vitum að rétt og eitt sem kom í huga minn til dæmis þessa vikuna áður þegar ég var að undirbúa mig. Til dæmis það að vera vinur allra. Við eigum ekki að vera vinur allra, kennir Biblían. Það hreinlega til tjóns. Við þurfum að velja vini okkar. Við þurfum að vanda valið þegar kemur að vináttu. En það líka kemur það svo berlega ljós þegar einmitt stormir geysar. Hverjir eru sannir vinir? Þannig að Biblían talar það en við látum það oft í léttu rúmi liggja þangað til að lexían kennir okkur með afar slæmum hætti að þetta ekki málið, að vera vinur allra til tjóns. Í Lúkasi, þessum orðum sem ég var að lesa, þá kemur líka fram að við eigum að grafa. Við eigum að grafa djúpt til þess að byggja grunninn. Og jarðvegurinn þarna auðvitað mynd upp á hjarta mannsins. Og það sem að Jesú vill gera, hann vill grafa niður á klöppina. Klöppin Kristur. Hann vill grafa niður og þegar hann grefur, þá koma alls konar hlutir upp á yfirborðið. Það getur verið hlutir sem eru óþægilegir, vondir jafnvel, hlutir sem við viljum gjarnan gleyma. Allt þetta gert til þess að við getum skoðað, hreinsa það úr líf okkar, jafnvel eignast lækningu á einhverju sem hefur átt sér stað eða bara við þurfum að breyta ákveðnum elementum í líf okkar sem við erum kannski alin upp við, einhverja hefðir eða venjur eða eitthvað slíkt. En Guð aldrei grefur eitthvað niður grefur aldrei neitt inn í hjarta okkar nema til þess að við berum góðan ávöxt. Og það nú bara þannig að Guð klippir aldrei, Guð tekur aldrei neitt úr lífið þínu, hvort sem að það mold eða drullumall eða hvað sem að það kann að vera sem í þessari jörð, án þess eða til þess að meiða þig. Það alltaf til þess að þú beri meiri ávöxt. Hann klippir alltaf til þess að við berum meiri ávöxt. Það til þess að blessa okkur, það til þess að hjálpa okkur. Þannig að það kjarnaatriði. Og lykilatriði, þegar Guð að hreinsa og hann að taka alls konar hluti upp í okkar lífi, það að vera ekki eins og Ísraelsmenn forðum, þegar Guð fór að díla við þá, í gegnum eyðimörkina, heldur að þakka honum og blessa hann og átta sig á því að Guð að hjálpa okkur. Guð að hreinsa það sem þarf að hreinsa. Þannig að það er svo mikilvægt að gefa þakkir í öllum hlutum, líka í óþægilegum hlutum. Gefa þakkir í öllum hlutum. Og lofa Guð í storminum. Þeir sem tilbiðja Guð, tilbiðja hann líka í storminum. Það svo mikilvægt hvað við gerum í storminum, að gefa honum dýrðina í staðinn fyrir að vera reið eða pirruð eða
sleppa svolítið tökunum og treysta því að Guð að vinna verk. Því að við lifum á þannig tíð að allt sem er hægt að hrista virðist vera að hristast. Það bara svolítið þannig. Og við sjáum COVID og allt sem í kringum það og við sjáum hvernig, ekki bara COVID-ið heldur alls konar afleiðingar í kringum það, fjárhagslegar og annað slíkt. Það eins og allt sé að hristast, sumir eru að upplifa kvíða, jafnvel fyrir framtíðinni, það er gríðarlega óvissa á öllum sviðum. Og í svona ástandi þá kemur svo berli í ljós, vinir, grunnurinn okkar. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að venjur okkar og hefðir styðja við það, styðja við heilbrigt og gott líf, því að þegar stormurinn kemur, og hann mun koma, hann kemur fyrir allt fólk, að þá stendur byggingin okkar, og hún stendur sterk þrátt fyrir storminn. Mér langaði að segja ykkur frá því, bara mína reynslu. Við vorum, ég og Alli, maður minn, við vorum að fara í framkvæmdir hérna fyrir 3 árum síðan og hugmyndin var að steypa veggi hérna í garðinum okkar. Og við fórum hérna út og mátum þetta sem svo að þetta væri nú ekki mikið mál. Við þyrftum bara að grafa hérna eitthvað smá, fengjum bara fá okkur að vina okkar og þeir myndu grafa eitthvað kannski, hálfa metur niður í jörðina og við myndum það slá fyrir veggjum og svo bara kemist yfir bíl og málið var dautt. Og sem betur fer, að þá fórum við ekki sjálf í þessar framkvæmdir, heldur töluðum við sérfræðing. Við fengum aðila sem að kunni til verks. Og hann kom inn og leit á aðstæður og sagði, þetta er ekki gott plan. Þetta er ekki sniðugt að gera þetta svona sjálfur fyrir það fyrsta. Og hann sagði, mikilvægast af öllu er að grafa algjörlega niður á klöpp. Ef þið gerir það ekki, þá stendur ekki veggur. Hann getur staðið í eitthvað tíma, en þegar verður brjálaveður, sem er bara iðulega mjög oft yfir vetratíman hérna á Íslandi, að þá fer hann að bogna og hann fer að eyðileggjast smátt og smátt veggurinn. Og hann segi, ef þið grafið ekki niður á klöpp, að þá mun hann ekki viðhalda sér. Ekki nema kannski þá bara í stuttan tíma. Og við náttúrulega leituðum til hans og hann endaði með því að klára svolítið verki fyrir okkur. Hann gróf og gerði það sem hann þurfti að gera. Sem betur fer, því að veggirnir standa hérna ennþá, sem betur fer. En þetta er ákveðin svona leksía, hinn náttúrulega er fyrirmynd af hinu andlega. Ef við gröfum ekki niður á klöpp, ef við leyfum ekki Guði að grafa niður þangað til þar sem að grundvöllurinn er sterkur, þá rís húsið okkar, það getur alveg risið, en það þarf svo lítið til að það falli saman og eyðilegst og fall þess er þá mikið eins og reikningin kennir. Þannig að í staði fyrir að barma okkur og vera reið þegar alls konar hlutir kom upp á yfirborðið, þegar gröfturinn byrjar inn í landið okkar, leyfum Drottni að komast að, því að Guð getur notað vonbrigði, hann getur notað brotna drauma, hann getur notað gleði, hann getur notað sorg og allt þar á milli til þess að vinna verk í hjarta okkar allra. Og hans lag er það, ég ætla að taka þetta og ég ætla að gefa þér í staðinn dýra steina í bygginguna þína. Eitthvað sem að viðheldur, jafnvel í stormi, jafnvel í eldi, að þá mun byggingin, hún mun standa og hún mun þola. En best af öllu, og rigningin kennir það, hann segir áður en rigningin kemur, vertu þá búin að byggja grundvöllin. Við erum oft svo að bregðast við kringumstæðum hérna á Íslandi, við erum rosa góði í því að bregðast við. En Jesú talar hann sagði byggðu grundvöllin áður en reynir á. Vendu þig á að lifa guðræknu og góðu lífi, ekki vera bara heyrandi eða segjandi, vertu gerandi. Og þá ert að byggja þennan máttuga grunn sem skiptir svo miklu máli. Og Dr. Líf segir nákvæmlega það sama. Og ef við gerum það, að þá kennir Guð okkur að þeir sem vona á Drottinn, þeir sem vona á hann, og hvað þýðir að vona á Drottinn? Það er að setja sjón sína á Drottinn. Það er að treysta Guði. Ekki bara treysta honum, heldur gera það sem hann hefur sagt.
gera það sem hann hefur sagt, orð og athafnir. Þeir sem að gera það, þeir sem að vona á Drottinn, þeir fljúga upp á vængjum sem ernir. Þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Það er nefnilega svo sérstakt með örninn. Örninn, þegar Guð er búinn að búa til hennan grunn og byggingin er komin, þá fáum við þetta eðli. Örninn er þannig, hann lítur á storminn sem áskorun að fljúga hærra. Þegar við erum með grunn og við erum með venjur og hefðir, orð og athafnir fara saman, að þá lyftir Guð okkur yfir kringumstæðurnar. Við vitum og við erum fullviss að allar kringumstæður samverka okkur til góðs. Hvort sem að það eru góðar kringumstæður, erfiðar kringumstæður, við vitum það að Guð er að vinna verk innan með okkur og þetta mun allt samverka til góðs. Og samverka til góðs þýðir að þetta mun enda sem eitthvað gott. Þetta mun enda sem gott. Þannig að mér langar til þess að hvetja þig í dag. Mér langar til þess að hvetja sjálfa mig í dag. Í staðinn fyrir að horfa á kringumstæðurnar og barma sér, venjum okkur á að vera bæði heyrendur og líka gerendur á því sem að Guð hefur kennt okkur og sjáum hvernig grunnurinn í líf okkar fer að byggjast upp og stórkostlegt hús verður að veruleika sem stenst allan storm. Þannig að ég vona það fyrir þitt líf og ég vona það svo sannarlega fyrir mitt líf líka. Mér langar svona rétt að lokum áður en ég lýk þessu hér í dag að biðja bæn. Þú getur verið að horfa og þú þekkir ekki hvað það er að eiga persónulegt samband við Jesú. Þú hlusta kannski á að hugsa bara, vá, þetta traust gagnvart Guði, hvernig veistu að það er hægt að treysta honum? Ég veit að það er hægt að treysta honum út af því að hann býr innan með mér. Hann er búinn að búa með mér, innan með mér nánast allt mitt líf. Ég veit að hann er traustsins-verður. Og Biblían talar ef við trúum og játum, þá munum við hólpin verða. Eina sem við þurfum að gera er að opna hjarta okkar fyrir Jesú og hann kemur inn í hjartað og hann mun vera leiðtogi lífstíns. Þannig að mér langar til þess að biðja bæn og biðja að endurtaka bænina eftir mér. Og hún er svona. Kæri Jesús, ég biðja að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég biðja að fyrirgefa mér hverja synd. Ég biðja að fylla mig af heilugum anda og viltu ganga með mér hvern einasta dag. Viltu hjálpa mér, Drottinn, að byggja þennan góða grunn. Hjálpa mér til þess að vera heyrandi og gerandi af því sem að þú segir. Drottinn, ég þakka þér að ég er nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen og amen. Drottinn blessi þig.